4 voru handteknir og yfirheyrðir af yfirvöldum eftir að rússneskur fáni með mynd Vladimirs Pútíns forseta var sýndur á opna ástralska risamótinu í tennis í kjölfarleik Serba Novak Djokovic og Rússans Andrei Rublev. Hópur fólk safnaðist saman fyrir utan Rod Laver Arena í Melbourne eftir yfirgripsmikinn sigur Djokovic í 3 settum með söngnum Serbía, Rússland heyrðust frá hópnum, en maður sem var með tákn á stuttermaból sínum sást einnig að sýna rússneska fánan. Annar maður sást klæddur skyrtu inni á leikvanginum á meðan á leiknum stóð. Það kemur í kjölfar þess að skipuleggjendur viðburðarins, Tennis Australia, settu bann við sýningu rússneskra og hvítrússneskra fána skömmu eftir upphaf mótsins, þegar aðdáandi sýndi rússneska þrílitin á leik Katerina Beint frá Úkraínu og rússnesku leikmanninum Kamillu Rakimova. Rússneskum og hvítrússneskum leikmönnum er frjálst að keppa á mótinu, en án þess að nefna þjóðerni þeirra eða önnur þjóðartákn.